og þetta versnar bara með hverju árinu. Men þetta leysast með nýjum Landspítala? Nei, það eru enga líkur á því. Ég er talsmaður þess að spítalinn eigi að útvista fleiri verkefni, þannig að geti kjarnað starfsemi sín. Mér persónulega finnst ekkert vit í því að spítalinn sé að gera mikið af valkvæðum aðgerðum, valkvæðum rannsóknum og nánast gengur frískurinn á spítalann ferði gegnum einhverja rannsóknir eða meðferð eða skurðaðgerð og gengur svo bara út. Og sama tíma er þá spítalinn ekki með fullnægjandi hætti að sinna þeim sem eru bráðveikastir, liggja á ganginum á bráðamóttökunni, fárveikir. Það væri asnalegt að taka hlut sem er ódýrt að framkvæma hjá sjálfstæðstarfandi læknum og færa það yfir í opinbera rekstur þar sem það er miklu dýrara að gera hlutin og getur gert færri fyrir krónuna sem verð í þjónustunni. Þetta hefst alltaf á endanum. Sko. Það hefst alltaf á endanum. Ragnar Freyr Ingvarsson, hvað segirðu gott? Veistu, ég segi bara allt gott. Það ekki? Jú, bara merkilegt. Já, það er bara gott og merkilegt. Hérna, við hefum náttúrulega rætt saman áður. Já, það er komið svolítið síðan. Það er komið svolítið síðan, það var COVID ennþá. Já, við vorum í loka metrunum af Omikron. Þegar Omikron-bylgjan gekk yfir, það var þá það leyti sem ég kom til þín og ræddi áhyggjur mínar af nálgun okkar nákvæmlega þá. Já. Og við ætlum nú ekki að gefa hlustendum PTSD eins og það heitir. Þannig að bara að ræða COVID. En Ættu því. Við ætlum að ræða heilbrigðiskerfið sem er bara ekkert minna mikilvægt í dag heldur en það var þá og eiginlega bara mikilvægara. Með við svona hvaða forsendur liggja fyrir öldrun þjóðar, kostnaður, kerfislegir annmarkar og fleira. Hvernig horfir þetta við þér? Já, bara erum við mjög svo krefjandi aðstæður. Við glímum við geysilega stór vandamál og þau fara bara stækkandi. Ég meina, öldrun þjóðarinnar, við erum rétt við getum sagt í frumbernsku öldrunar þjóðarinnar því að þetta mun stækka og stækka með hverju árinu. Þessi, ég kannski vil ekki segja vandi því að það er bara frábært mál að við séum að eldast. En það gerir það verkum að við þurfum að hafa ákveðin undirbúning til þess að takast á við þau vandamál sem því fylgir að eldast. Og að sama skapi þá erum við okkur að fjölga. Við fáum ný úrræði á hverju ári, ný lyf, nýjar aðferðir, nýjar meðferðir, nýjar aðgerðir. Allt kostar þetta gríðarlega mikla peninga og ég meina við þurfum að mennta fleiri heilbrigðisstarfsmenn. Við þurfum að fræða sjúklingana, við þurfum að þetta eru gríðarlega stór verkefni sem við þurfum að takast á við sem samfélag. Já, ég er sammála því og við ætlum að við gætum alveg farið í eitthvað svona hjal það þetta sé flókið og kostnaður bla. Það sem ég er búin að vera að horfa á, ég ætla bara að leggja fram nokkra forsendur. Þegar núna er ég búin að hlusta á ýmis viðtöl, ýmsar greiningar. Ég hef náttúrulega sjálfur skoðað DRG-kerfið, hef verið að pæla í því bara svona hvernig við fáum meiri framleiðslu per starfsmann og af hverju hið opinbera því miður gerir hlutina ekki vel eins og virðist gerast hjá einkareknum aðilum á heilsustofnunum. Þrátt fyrir það að náttúrulega opinbera starfsmenn bera fyrir sig að þeir eru að takast á flóknara verkefni. Ef við myndum bara gefa þetta út þá myndi þetta koma til með að vanda annars staðar í kerfinu út af því að þessi flóknu verkefni eru ekki að skila sér inn á einkarekna aðila sem vilja bara einföldu verkefni til sín til þess að þeir geti sinnt hvað arðbærast rekstri. En aftur á móti þá erum við með gervigreind, við erum með rosalega hraða þróun. Það var núna viðtal í Bítinu í morgun þar sem var talað það að það væri búið að skapa eitthvað mRNA-lyf við krabbameinslækningum sem að nota á hund sem að myndi ná honum til bata yfir einhvern ákveðin tíma. En það sem var kannski merkilegra var að þessi gervigreind var sköpuð af manni sem er ekki mennina læknisfræðilega þekkingu og hann aftur á móti gat bara búið til eitthvað gervigreindarlíkan sem hann fór svo með til til lækna og að þeir nýttu þetta til þess að koma hundinu til hjálpar. Þannig að þessi þróun er rosalega hröð og ég hef pínu á að gera því að sökum annmarka þeirra sem eru að vinna hjá opinberum stofnunum og bara svona kerfislegu vandi sem að við komum örugglega inn á þessu hlaðvarpi að þá munum við ekki grípa tækifærin sem fylgja þessari hröðu þróun. Hvað finnst þér? Wow, þetta er náttúrulega þetta er mikið kjöt á þessum beinum þannig. Aftur, við erum náttúrulega með alveg gríðarlega flókin vanda og við þurfum að beita held í öllum úrræðum sem í boði eru til að tækla hann og
ég ætla ekki að koma hér og segja að það sé til einhver einföld lausn, við slum bara gera svona, þá þetta þannig og málið bara leyst. Gerið eins og bara mínar hugmyndir. Ég held að við þurfum að beita öllum tólum og tækjum sem við eigum og víða á mörgum stöðum í kjarnin á opinber rekstur, þar sem ríki rekur fyrirtækið, það getur alveg átt við. Alveg eins og við sumar aðstæður hentar kannski engarekstur eða sjálfstæðarekstur, hvort sem það eru bara engareikin fyrirtæki eða sameigna-félög eða bara góðgerðarstofnanir. Við þurfum bara að beita öllum þessum tólum á sem bestan hátt til þess að tækla öll þessi vandamál sem við listuðum upp og ég tala nú ekki ef við ætlum að taka inn nýjungar sem kom inn alveg geislega hratt og þá verðum að vera svona einhvern veginn sveigjanleg og mér finnst oft við ekki vera það að við erum með ansi fast og njörvað kerfi í heilbrigðiskerfinu. Þetta eru gamlar stofnanir standa á gamlu meiði og það er erfitt að breyta þessum hlutum og það finnst mér gerast alveg ótrúlega hægt. Og það eru sóknarfæri sem við höfum við þessar aðstæður. Við getum gert hlutin á annan hátt en við virðumst ekki ekki með þeim hraða sem mig langar til að sjá tækla þessi vandamál. Þannig að ég myndi vilja sjá miklu meiri dýnamík í kerfinu okkar, meiri hreyfanleika og svoleiðis til að glíma við þessi mál. Öll þessi ótrúlega mörgu vandamál, stóra vandamál sem við glímum við. Og ég meina að minnst erfitt að því ég er náttúrulega formaður Læknafélags Reykjavíkur og ég er forsvarsmaður. Sem hvað þá? Læknafélag Reykjavíkur er elsta læknafélag á Íslandi og við erum fyrir lækna sem er í sjálfstæðum rekstri. Þannig að ég er talsmaður þeirra. En ég ætla samt ekki að fullyrða að einkarekstur eigi alltaf við. Það bara er ekki þannig. Það er bara, ef það væri þannig það væri bara allt og einfalt að leysa máli með þeim hætti. Ég kannski klaufalega orðað. Einkareksturinn, sjálfstæður rekstur á við mjög margt. Valkvæðar aðgerðir, göngudeildarþjónustu, að veita ýmsar meðferðir, ýmsar skurðaðgerðir, ýmsar rannsóknir, speglanir, myndgreining, blóðprufa, fullt af hlutum sem rúmast alveg ótrúlega vel í sjálfstæðan rekstri og það er náttúrulega bara fyrir samfélagið það bara mjög hagkvæmt. Við erum með litla yfirbyggingu, við erum að gera þetta mestuleyti sjálf, við erum náttúrulega ótrúlega náin sjúklingnum. Við í mínu fyrirtæki sem ég stýri og stjórna, þar er ég að sinna sjúklingunum og hlusta á það sem þeir segja við mig. Ég bregst við þeim þörfum og ef ég verð var við eitthvað sem vantar eða það er til að bæta þjónustuna mína eða gera hana betri, þá get ég innleitt þær breytingar undir eins. Það er ekkert neitt voðalega margir í kringum mig sem ég þarf að hafa áhrif á. Þetta er ekki alveg svona auðvelt í opinberum rekstri. Það eru miklu stærri batteri enda líka að hafa opinbera heilbrigðisstofnanir, þær gegna líka stærra hlutverk en bara veita þjónustu. Það er náttúrulega á ríkisspítölunum og heilbrigðisstofnunum það fer fram alveg ofboðslega mikil kennsla. Ég er ekki að segja að það sé ekki hægt að kenna fólki annars staðar líka, við höfum bara ekki endilega búið til það módel, það væri auðveldlega hægt en við höfum kannski ekki gert það. Ég meina mikið af vísindastarfi fer fram á opinberum stofnunum og hjá háskólanum og svona. Þannig að mér finnst einhvern veginn að þessir kerfi eiga frekar að vinna betur saman og það má kannski segja, það er kannski ofur einföld en að segja að einföldur hlutarnir ætti að vera heima hjá í einkarekstrinum. En það er samt þannig, það er praktískt að gera þannig. Það væri asnalegt að taka hlut sem er ódýrt að framkvæma hjá sjálfstæðstarfandi læknum og færa það yfir í opinbera rekstur þar sem það er miklu dýrar að gera hlutin og getur gert færri fyrir krónuna sem verð í þjónustuna. Þannig að við erum að fókusera á það að spítalarnir sem eru stórar stofnanir og geta tekist á við stór og flókin verkefni, alvarleg veikindi, bráðveika, slasaða, fólk með flókna og erfiða sjúkdóma sem þurfa að undirgangast mikla rannsóknir, þær þurfa þverfaglega aðkomu. Auðvitað eigum við að láta spítalan sinna þessum verkefnum. Þar er líka mikið af frábæru starfsfólki til þess að gera þetta. Það væri asnalegt að láta þau þá líka vera í það sem kallar einfaldari framleiðslu. Við erum bara að leyfa þeim að sinna þessu flókna, erfiða, bráðveikindunum, alvarlegustu veikindunum
og þannig tökust það best saman sem samfélag. Hlaðvarpið í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Það líka eitt svolítið sérstakt í þessu út af því að núna lifum við á tímum þar sem að allt kerfinu að kenna og ef eitthvað gerist þá það kerfislegur vandi. Já, kerfið brást. Nema í þessu. Að þá einhvern veginn, jafnvel ef einhverjum viðurkennir að kerfið sé kannski ábótavant eða eitthvað þvíumlíkt, að þá það alltaf einhvern veginn stórvægileg aðgerð að fara að breyta því. Þegar að spítalinn okkar ekkert það stór í svona þegar að miðað við, hann bara eins og meðalstór kannski spítali í Svíþjóð eða eitthvað þannig. Já. Og við þessar aðstæður, þá finnst mér alltaf svolítið sérstakt út af því að þegar maður kemur á spítalann þá sér maður fólk sem vill rosalega mikið sinna sínu starfi rosalega vel. Og það sem ég hef alltaf hugsað þegar ég kem hann inn að hvernig nýtist þessi kraftur sem best til þess að minnka tíma sjúklings á stofnuninni og til þess að hámarka framleiðni starfsmannsins eins mikið og við getum mögulega gert. Og það sem kannski sorglegast í þessu að krafturinn alveg fyrir hendi. Það alveg rétt að það fullt af fólki inn á Landspítalanum sem að vinna rosalega mikið og rosalega hratt. En hins vegar þá bara kerfislegur vandi sem veldur því að þessi kraftar ekki að nýtast jafn vel og þau gætu. Eins og maður hefur bara talað við lækna sem að, ég bara get sagt þessu að einu sem var að vinna á bráðamóttökunni. Hann var rosalega, og við stillum þessu upp sem hægri vinstri, hann var rosalega vinstri sinnaður í þessu öllu, ætlaði að vinna bráðamóttökunni og bara Landspítalanum. Alltaf þegar ég var jafnvel að tala við hann ritgerðina mína, þá var hann alveg, nei, þetta alveg ómögulegt maður, þú veist alveg að við missum, það verður vandi að við missum sérþekkingun úr spítalanum og þetta fer allt í vol og þetta verður vandi annar staðar. En núna hann kominn hjá einkarekna klíník, bara út af því að allir hans kraftar sem eru gríðarlega miklir, hann ótrúlega klár í því að hugsa svona hlutina öðruvísi. Allt sem hann kom með til sín yfirmanns á spítalanum var bara nei, við getum ekki að gera þetta. Hins vegar hefur öllum hans svona nýjungum sem honum hefur dottið í hug verið hrint í framkvæmd á þeirri einkareknu stofnun sem hann í dag með mjög miklum árangri. En hann sagði bara, ég gat ekki unnið við þetta á Landspítalanum. Og þú talar hennar sveigjanleika, miðað við hvað við erum með lítinn Landspítala í sjálfu sér og miðað við hvað þessi kerfislegur vandi vissulega fyrir hendi, þrátt fyrir það að sé enda mikill kraftur í öllum það sem þar starfa, að þá ættum við alveg að sjá það í hendi okkar að sveigjanleiki myndi einmitt koma til með að auka þetta og þá ég bara að tala innan Landspítalan. Tala nú ekki líka bara fyrir utan. Ég alveg sannfærður það að við eigum að leita til starfsmannan á gólfinu til að leysa öll þessi rosalega flóknu vandamál sem við glímum við. Ég bara hef sagt það margoft, hvort ég ræði það riti, að það eru lausnir á flestum þessum vandamálum og bara tala við fólk og tala við sérfræðingarna sem hafa mentað sig til þess að leysa þessi vandamál. Við eigum meira að hlusta á öldrunarlæknana okkar, heimilislæknana, sérfræðilæknana, skurðlæknana og allt heilbrigðisstarfsfólk sem vinnur með þeim og með okkur, að hvernig eigum við að leysa þessi vandamál og svo eigum við að taka þessar hugmyndir og hlaupa með þær. Og ég kannski alltaf að endurtaka mig, en mér sleitt að nefna það eftir, en þetta í COVID til dæmis, þar fengum við heilbrigðisstarfsmenn þetta aldrei frítt spil til þess að takast á þeim risa vanda sem það var. Og þar var enginn sem spurði eða efaðist um hvað við vorum að gera. Enda líka gekk það bara helviti vel hjá okkur á Íslandi. Okkur tókst sem samfélag að takast nokkuð vel á við þann vanda. Við umbreyttum spítalanum á frekar stuttum tíma. Við bjögum til nýja göngudeild,
Við byggum til heilt símaver, við fluttum sjúklingana til okkar með skipulegum hætti, lagðum þá inn með skipulegum hætti. Og ég meina, ég held, og ég held að við sýnt fram á það líka með þeim greinum sem við byrt í kjölfarið að þetta hafði verulegan árangur. Og mér finnst þetta dæmi ásamt mörgum öðrum sanna það að best bara að hlusta á heilbrigðisstarfsfólki sem á gólfinu, sem að tala við sjúklingana, sem heyra hvað þarf, að leyfa þeim að hlaupa með sínar hugmyndir. Mér finnst ofta að það ofta einhver tregða alltaf í kerfinu við það að gera nýja hluti og breyta þeim og þannig að við leysum þessi vandamál með farsælli hætti en við gerum núna. Þannig að ég alveg sammála, það er rosalega dapurlegt að heyra af einhverjum sem langaði til að vinna til dæmis á bráðamóttökunni og þeim veitir nú ekki á góðu fólki þar að það var þurft að vegna þess að hann fær ekki hugmyndum sinum farfi að leita eitthvað annað. Það finnst mér náttúrulega mjög sorglegt en ég vona að hans kraftar nýtist þá farsællega hjá á öðrum vettvangi sko en hérna. Já, en hann samt líka talaði það að þegar hann var til dæmis að fá til sín sjúklinga þá kannski greindan vandan sendi sjúklingin lengra en svo 5-6 tímum síðar þá var hann búin að taka heilan hring innan kerfisins út af því að það ekki alveg samstillt nákvæmlega hvernig á að færa sjúklingana milli deilda og hvernig á að koma honum úr húsi eða á einhverja legudeild. Það líka vandið þannig þar sem að þeir eru bara með og ég reyndar held að DRG-kerfi myndi koma til með að leysa þetta en þar sem að bara vandi að deildir eru orðnar yfirfullar og allar deildirnar einhvern veginn yfirfullar og þurfa einhvern veginn að ýta frá sér sjúklingum og eins og Runólfur Pálsson hefur talað það sem ákveðin bara sílóismi deilda þar sem að þú þarft í rauninni að sjá svolítið fyrir hagsmunu þinna deildar í stað þess að vinna fyrir heildarhagsmununa og það hefur bara ekkert verið tekist að laga þetta. Nei, mig dreymir það að vinna á spítala sem með 85% rúmanýtingu. No. Mér dreymir að vinna á honum, mér dreymir að vinna á stofnun þar sem maður segir já þegar maður beðinn að hjálpa viðkomandi. Maður segir alltaf já, vegna þess að það alltaf pláss og það alltaf til mannauður til þess að sinna vandanum og það væri stórkostlegt að vinna við þær aðstæður. Alveg sama skapi, ég hugsa oft litlu göngudeildina sem ég rek, gigtarmiðstöðina. Það væri frábært að maður ætti alltaf tíma innan 30 daga til þess að taka við vandamálunum, taka við sjúklingunum. Það væri stórkostlegt að geta búið til þær aðstæður og það eru margar hugmyndir sem eru til það hvernig á að búa til þessar aðstæður og það búið að leggja þær á borðið, hvernig við breytum hlutunum. En aftur, það vantar úrræði, það vantar fjármagn. Fólk sér ekki fyrir sér að þær hugmyndir sem eru kynntar til leiks muni þá leysa vandan og eru fulli kannski að vantrú eða eitthvað og þess vegna færi maður ekki að hlaupa með þær hugmyndir. En ég hugsa að það væri stórkostlegt að prófa að vinna á sjúkrahúsi til dæmis, að ég er nú búin að vinna á Landspítalanum, ég er nú líka starfsmaður þess í 10 ár og ég hef aldrei búið við aðrar aðstæður en að spítalinn sé yfirfullur. Ég hef aldrei mætt á vakt og það er ekki bara allt tróðið af sjúklingum og þetta versnar bara með hverju árinu. Menn þetta leysast með nýjan Landspítala? Nei, það eru enga líkur á því. Af hverju ekki? Vegna þess að hann er ekki nóg stór. Hann er bara með 196 legurum og mér skilst að ég veit ekki alveg hvað verður Borgarspítalan en hann hvað á að gera við þá stofnun, hvort að hún loki eða verða opin áfram. Ég vona náttúrulega hann verði bara opin. En við þurfum fleiri legurými. Legurými hefur fækkað mjög mikið á síðustu 20 árum. Og ég meina það kemur alltaf fólk til það óvart, sko. Það meikar ekkert sens. Nei, ég held að sé 625 legurými á Landspítalanum og það vil aldrei verið færri. Og það skýtur skökku við, sko, verandi að þjóðin, hún stækkar og heldist. Og sjúklingarnir sem liggja inn á spítalanum eru marktækt þyngri en þeir voru fyrir 10-15 árum síðan. Þeir eru eldri, þeir eru fjölveikari með aukna hjúkrunarþyngd og svo náttúrulega það að við getum ekki flutt sjúklinga af spítalanum í viðeigandi úrræði, það er náttúrulega eitt stærsti vandinn sem við glímum við sem samfélag. Að við höfum ekki búið þannig hnútana að gera ráð fyrir því að þeir sem fæddust 1951 verði 75 ára í ár. Við glemdum að gera ráð fyrir því. Hérna,
Nú ætla ég að koma þér í smá klandur. Ok. Sko, ég veit ekki hvort að tölfræðin sé rétt, en ég aftur á móti heyrði þá tölfræði að það væru 2 millistjórnendur fyrir hvert rúm á Landspítalanum. Getur það passað? Getur það passað? Ég veit það ekki, en ég get eins og að sagt það eru 7.000, rúmlega 7.000 starfsmenn á spítalanum. Það eru 7.500 starfsmenn, já. Já, ég held að stöðugildin sé ekki nema svona 5.200 eða 5.300, ég man ekki nákvæmlega, getur verið 5.100, eitthvað svo leiðis, en rúmlega 5.000 stöðugildi, heilsarstöðugildi, sem rúmlega 7.000 manns. Og hvað eru mörgur rúm? 621 eða 625, eitthvað svo leiðis, það þýðir að það eru þá... Tölfræðilega getur þetta verið rétt hjá mér. En ég ætla að heyra ég ætla ekki að fullera það svo sé, sko. Ég ætla bara að segja fólki að taka það sem er fyrirvara líka. Já, en ég meina það er mjög mikið af fólki sem vinnur á Landspítalanum. Ég meina þetta er stærsta stofnun Íslands og ég meina þó í alþjóðlegum samhengi þetta kannski ekki stór spítali, en þetta er stærsta einstaka stofnun á landinu. Já, og hún sinnir gríðarlega flóknum verkefnum og þarna starfar alveg ótrúlega mikið að hæfileikaríku fólki, en að sama skapi það er ákveðin vandi sem ég held að sé á stofnuninni. Hlaðvarpið er í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú er jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það er ekki hægt að setja verðmið á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því er mikilvægt að huga að báðu og það er nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fosshálsi 13, en þar er opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. Sko, ég held að kerfislega vandinn sé það að hjúkrunarfræðingar sá hag sínum borgið í því að fara að sinna öðru en því að hjúkra sjúklingum. Og við tókum ákvörðun þetta sem að var einhvers staðar tekin, ég veit ekki hvar, en aftur á móti þá held ég heilbrigðisstarfsfólk ekkert alltaf best til þess fallið að vera stjórnendur þegar það tekst á við ákveðið skipulag sem er ekki bara bundið við heilbrigðismál. Nú ætla ég aðeins að augra þér á móti þá að vegna þess að það er búið að sýna fram á það að spítalar sem eru leiddir áfram af læknum þeir eru hagkvæmari og betur reknir og þetta ég þyrfti að finna nákvæmlega heimildin, þetta var stúdía frá í Bandaríkjunum vegna þess og ég held að það sé auðvitað að skýra það er vegna þess að heilbrigðisstarfsfólk og læknar þeir skilja út á hvað reksturinn gengur, skilur. Við áttum okkur á því hvaða hver er grunnur þess að veita heilbrigðisþjónustu, það er að sinna sjúkum, það er að hlusta á þá og greina vandann og koma með meðferð. Þetta er grunnverkefni allra heilbrigðisstarfsmanna, sérstaklega náttúrulega lækna að greina vandamál og veita meðferðir. Þannig að þetta er kjarninn af því að veita þessa þjónustu og þá allt sem byggist utan á að styðja við þetta. Og þess vegna held ég að margir læknar og aðrir heilbrigðisstarfsmenn eru vel til þess fallnir að reka slík kerfi. Við getum fengið aðstoð með bókhaldið. En ef þú ekki skilur út á hvað starfsemin gengur, það er rosalega erfitt að kenna það á stuttum tíma. Og þó ég sé alveg viss það að séu til frábærir viðskiptafræðingar sem geta sett sig í þessi spor, þá held ég að sé jafnvel fljótlegra að fara hina leiðina, að kenna einhverjum sem hefur áhuga á rekstri, eins og til dæmis, ég hef mjög gaman að rekstri, ég sé fljótlegra að kenna mér eitthvað það, heldur en að kenna viðskiptafræðing læknisfræðina, því að læknisfræðin er ansi snúið verkefni að læra. Og tekur rosalega langan tíma að skilja upp með niður í. Þið eru miklu gáðar en viðskiptafræðingarnir, ég er alveg hjartanlega sammálaður. Ég ætla ekki að fullera neitt gáður, ég ætla bara að segja að magnið sem að þarf að læra til að verða læknir, þetta er ansið mikið af texta sem þarf að... Þetta er allt annað heldur en rennibrautin hjá viðskiptafræðingunum. Nei, ég er að djóka. Sko, ég er alveg sammálaður. En
og ég meira þess að, ég meina, maður er búin að hlusta á Björn Sovega, hlusta á Runnar Pálsson, ég ekki á móti því að það sem kemur sko við heilbrigðisrekstrinum eigi að vera rekið af læknum eða rekið af einhvers konar hjúkrunarfræðingum sem varðar þetta. En ég aftur á móti tel að það sem utan þess, eins og bókhaldið, eins og svona kerfislegir þættir það hvernig þú mannar og annað, það kannski ekki besta í stöðinni að vera að taka hjúkrunarfræðinga sem skortur af gólfinu til þess að sitja þar inn á skrifstofu. Ég ekki að segja, ég bara að segja í rauninni að við gætum verið held ég með töluvert færra starfsfólk í þessum að það sé eins og ég var að tala áðan, þessi sílói sem hefur myndast. Ég get alveg trúað því að það séu spítalar sem reknir af einhverjum viðskiptadútum sem að hafa ekkert kannski endilega nægilega mikla yfirgripsmikla þekkingu á starfsemi spítala til þess að geta bara hoppað inn það verkefni og vera að benda hérna, hvað kostnaður þetta? Ég skil það alveg. Hins vegar að þá erum við bara með allt og marga að koma að því að vera að elda þessa súpu. Og þú ert nú kokkurinn í eldhúsinu líka. Læknirinn í eldhúsinu. Hvað sagði ég? Kokkur, ég ekki kokkur, ég bara áhugamaður. Sko, en hins vegar þá bara þurfum við að horfast í augu við það að hjúkrunarfræðingar hafa hagsmuni af því að koma sér út úr því að vera hjúkrarsjúklingum. Það kerfislegu vandi sem fyrir hendi og mjög vondur. Við erum líka með kerfislegan vanda þegar að hjúkrunarfræðingar að krefjast þess eins og það ekki neins annars staðar að þeir að vera hærri launum heldur að læknar. Þar af leiðandi erum við að missa þjónustu út á landi, þar af leiðandi erum við að missa þjónustu á þeim kjörnum sem við þurfum nauðsynlega á þeim að halda. Það vita þetta allir, en það má bara ekki segja það út af því að það þykir eitthvað óþægilegt. Við þurfum að horfast í augu við það að það eru svona kerfislegir þættir þar sem að hjúkrunarfræðingar hafa hagsmuni af því að vera að gera ekki það sem þeir eru einmitt sérmenntaðir í. Og læknar líka í því að vera að takast á verkefni sem að þeir eru sérmenntaðir í. Og ég talaði við lækni á skurðdeild þar sem hann sagði bara við mig, ég bara að takast á fullt af verkefnum sem ég hef ekki hundsvit á. Samt ég með áratuga reynslu að ég vera í mjög sérhæfðum skurðlækningum, en í stað þess ég hérna að skipuleggja eitthvað vaktaplan og skipuleggja hitt og þetta, en ég geti bara verið að skera upp allan daginn. Hann reyndar sagði að hann væri að fara svolítið á skjön við það sem aðrar deildir væri að gera og hann væri að taka miklu meira þátt í aðgerðum heldur en aðrir yfirlæknar á deildum væri að gera. En þegar að þetta heildarmengið, þá við getum alveg tekið til hliðar að læknar séu betur þess fallin að reka batterið. En hins vegar þegar við erum svona með mikið af kerfislegum þáttum, þar sem að við erum með svona mikið af deildarstjórum, við erum með svo mikið af fólki sem tekið út úr því sem það sérmenntað í til þess að vera að sinna einhverju sem eru ekki með sérþekkingu á. Kannski ættum við að hugsa hvatana. Ég hef oft hugsað að af hverju verðlaunum við ekki fólk vera að stunda klíníska vinnu. Til dæmis, ef það þannig, nú ætla ég ekki að fullyrðingan hafi verið alveg rétt. En ef við gefum okkur eitthvað að þið sé það, þá veltum maður fyrir sér af hverju vilja, það þannig að hjúkrunarfræðingar vilja þá stíga út úr starfi þess að vinna sem hjúkrunarfræðingar. Ég ekki viss að svo sé, en ég held að ef maður myndi vilja halda þeim í klínískri þjónustu, þá ætti maður að verðlauna fyrir það. Þá ætti maður að búa til hvata sem gera það verkum að þú velur. Að þú velur það að vera í klínískri þjónustu. Og ég held nefnilega að margir einmitt viljið það, en svo kannski einhver hvati að fara að gera eitthvað annað. Það kannski fjárhagslegu hvati að verða verkefnastjóri eða gæðastjóri eða deildastjóri. Þeir vættum kannski snúa því við, að því það það sem við þurfum fólk sem með velmenntað fólk á gólfið. Og þá ættum við kannski sem samfélag ákveða það að verðlauna þá hjúkrunarfræðingar sem vilja starfa með sjúklingum og vera á gólfinu. Og þannig held ég við búin til hvata til þess að efla klíníska þjónustu og vera ekki með hvatana á öðrum stöðum. Og sama á við lækningarnar. Við eigum að gera fólki kleift að sinna því sem það menntað til og því sem þeir vilja nota sérfræðiþekkinguna sína í. Þannig að við eigum að búa til umhverfi sem styður þetta fólk til að vinna góð störf. Og ég oft til dæmis eins og hugsaði það með heimilislæknum okkar sem getur maður sagt, bara í kröppum dansi. Það bara annar hver Íslendingur með heimilislækni. Hvernig styðjum við
eins vel við þá og við getum. Við þurfum að búa eitthvað í kringum hvern og einn þeirra, leyfa þeim að stýra teymi þar sem þeir eru miðjan og þeir geta þá sinnt fleiri sjúklingum á góðan hátt. Þannig að við þurfum einhvern veginn að efla þá sem við höfum og sama á við fámennar sérgreinar aðrar. Við þurfum að gera fólki kleift til að stunda það sem það vill. Það eru lækningar sem það vilja stunda. Já, haldur á. Já, ég ætla líka að segja þetta eins og með reksturinn, að leyfa heilbrigðisstarfsmönnum meira að reka þær einingar sem það starfa í, hvort sem það í opinberum rekstri eða einkarekstri. Og til dæmis, ég meina, það held ég ástæðan fyrir því að sjálfstæður rekstur lækna á Íslandi gengur vel. Og það er vegna þess að við ráðum okkar fyrirtækjum. Ég get alveg svara því til þess af hverju fór ég í sjálfstæðan rekstur, því ég ætlaði ekki að gera það. Ég ætlaði að vera læknir í Svíþjóð, En svo bara flutti ég heim til Íslands og fekk hlutastarf á spítalanum og var í hluta á stofu og þá fór ég að hafa áhuga á rekstri og það er sérstaklega það að fá að stjórna sínum aðstæðum sem er autonómían sem því fylgir, sjálfforræði, ég veit ekki hvað gott íslenskt orðið verið. Ég til dæmis valdi stólinn sem ég siti, ég valdi borðið, ég valdi bekkin, ég valdi omtækið, ég með alla þær græjur sem ég dettur í hug að hafa og ég ræði vinnutímanum mínum sjálfur, ég ræði hvernig ég haga símatímum og rafrænum samskiptum. Ég meina, maður hefur frelsi til að gera þessu og það er það sem er rosalega skemmtilegt, að búa til einhverja þjónustu. Ég meina, og þetta er líka stundum fengi að gera á spítalanum og ég er náttúrulega naut þess að eiga mjög frábæran yfirlækni á þar sem ég starfaði á spítalanum, Sigríði Þórdísi Valdísdóttur. Ég meina, hún leyfir mann að hlaupa með hugmyndirnar sínar og hún er bara þannig yfirmaður og það er dásamlegt að fá tækifæri til að vinna með þannig fólki. Ég meina, við starfsfólki á því sviði höfum búið til, ég meina, sýklalyfja einingu, nú er búið að starta svona bráða dagdeild sem getur maður sagt að varð til eftir COVID-faraldurna því við byggum til göngudeild sem gekk vel og þetta er svona spegilmynd af því. Við höfum bæði opnað og lokað svona bráða lyflækningadeild sem núna er verið að fara að endurskapa á þessari bráða matsdeild sem verið að byggja út á planinu við Borgarspítalann. Þannig að stundum er hægt að fara með hugmyndina sinna og hlaupa með það lengur og ég held að það veri ótrúlega farsælt að þetta fengi að gerast á öllum deildum. Það fengi að gerast allt. Hlaðvarpið er í samstarfi við Happy Hydrate en eins og ég hef nefnt áður þá nota ég bæði steinefni og kreatín daglega og þau gera lífið betra. Og nú er komið nýjung þar sem að þú getur notað afsláttarkóðan 1 pæling til þess að fá 25% afslátt þegar þú skráir því í áskrift og frían brúsa með. Svo er 15% afsláttur hvern mánuð eftir það. Þetta sjálfsögðu steinliggur ef þú ert að nota þetta á annað borð en einnig tilvalið tækifærið fyrir þá sem að vilja prófa og ég lofa ykkur að þið munið ekki sjá eftir því. Steinefni gera daginn einfallega betri og með því að nýta þennan afsláttarkóða ertu að sjálfsögðu að styðja við það að ég búi til þetta efni. happyhydrate.is skráið ykkur í áskrift. En hvernig er það út af því að núna er svo oft að við erum að heyra af einhverjum vandamálum, oftast varðar bráðamóttökuna en önnur mál líka. Ég meina Willum Þór sem ég var alltaf sérstaklega ánægður með sem heilbrigðisráðherra. Ráðherra, já. Já, en hann allavega fór úr þessum svona kerfislegu svona, tunnel vision, svo ég fór að sletta, sem að var búið að vera við lýði mjög lengi undir Svandísi og hljópaðist með það og gerði samningu við klínikina 700 skurðaðgerðir. Gerði samninga við LR. Já, gerði samninga við okkur. Hann rauf þar 4,5 árs stöðnun og samningsleysi. Hann samdi líka við tannlækna, hann samdi við sjúkraþjálfara. Já, fékk Björn Sóvega til sín til þess að takast á við hlutina og ráðfærði sig við hann með miklum árangri veit ég, þóttu rátt fyrir það að það náði ekki í fréttinar. Hins vegar að þá fyrir svolítið í tauganum á mér að núna þegar maður alltaf að heyra þessi mál allir með sem svo það bara algjör bara höng á bráðamóttökunni. Þá kemur klínikin og segir og ég veit að við erum að taka upp í nálægð við nýtt húsnæði, klínikin í Ármúla þar sem að þeir eru að fara að setja á
á stað vökudeild, held ég fyrsta einkarekna vökudeildin. Legudeild. Legudeild, legudeild. Já, þeir hafa verið með legudeild í tengslu við sína skurðaðgerðir. Já. Svo þegar þeir stækkuðu bygginguna sína hérna, þá gerðu þeir legudeild, semst 20 eitthvað rúma legudeild. Akkurat. Sem hluta til stendur núna auð og gæti alveg létt á Landspítalanum. En það var loka punkturinn minn. Af hverju, og svo heyrir maður að þeir alltaf var að fara að gera einhverja samninga eða eitthvað þannig, en það bara nást ekki samningar. Þú veist, hvar er þetta? Þú veist, er þeir að fara fram á svona mikinn pening? Nei, það held ég ekki. Ég held að þetta sé mann að deila hvaða verkefni þeir vilja sinna og þeir hafa, veit ég, komið upp á stungur að nýta sína sérfræði þekkingu til þess að hjálpa fólki með ákveðin vanda á spítalanum og ég held að þetta sé það að nú fekk ég nú lýsingu á þessu, ég ætla að vona að ég fari mér rétt með, en mér skilst að þeirra stungi til dæmis upp á því að ef þú brotnar á mjöðum og það er fyrirsjáanlegt og þú þurfir verið gerfilið, þá býðst klíningin til að taka það á sjúklinga og sinna því. Spítalinn hefur þó kannski frekar vilja losna við sjúklinga á bið og þá hefur einhvern veginn ekki nást endanlega niðurstaða í þetta, hvaða sjúklingahópur væri best til þess fallin að fara á klíningina. En af hverju, nei, ég ætla að stoppa það sérna. Okay. Og það ég man eftir þessu þegar ég var að rannsaka þetta, að þá var þessi núningur mjög áberandi, þrátt fyrir það að hvorugur aðilinn náttúrulega sagðan beint. Að þegar að þeir bjóðast til að sinna þessum aðgerðum, að þurfi einhvers konar gervilið út af mjöðum, að þá er spítalinn hugsað, nei, þá missum við þar út úr okkar kerfi. Já, það er ábyggilega einn af þáttunum sem litið er til, en aftur sem segi, spítalinn náttúrulega er í miklum vanda, en að sama skapi er búið að bjóða honum fullt af lausnum. Skilur það er búið að bjóða spítalinum að útvista verkefnum. Það er sjaldnast sett já við því, ég held að þegar við í fyrra sett 60 brjóstaminkunar aðgerðir á lækningu, eitthvað svona örlítið, en það er búið að bjóða þeim að útvista fullt af þjónustu, valkvæðum aðgerðum, göngudeildum, innrennslisþjónustu, en spítalinn hefur ekki þegið þá aðstoð. Og ég veit ekki nákvæmlega af hverju, en auðvitað hlýtur það að vera líka eitthvað fjárhagslegs eðlis, af hverju ef þeim myndi þá missa DRG-einingar, þá myndi þá fjármagnið fara með. Og spítali sem telur sig verið í kröppum dansi fjárhagslega, segja það allavega að það vantar alltaf peninga, þá kannski ekkert að líta til þess að losa við verkefni sem skapa þeim tekjugrunn. Ég get ímyndað mér að það sé svoleiðis. En þannig eru skattgreiðendur að tapa peningum út af einhverjum kerfislegum þáttum og svona innbyrðis erjum það hvora á sinna hvaða verkefni. Og ef við eðlilegan rekstur, og ef ég væri að setja þetta inn í valgreiðslu í einkabanka, að þá myndi ég að sjálfsögðu taka í fyrsta lagi eitthvað sem myndi gera aðgerðina strax, það lækkar kostnaðin líka, en líka að kostnaðurinn bara leggist og færist yfir þann aðila sem að getur sinnt þessu fljótt og vel og á sem ákjósanlegastan hátt. Ég er talsmaður þess að spítalinn eigi að útvista fleiri verkefni, þannig að geti kjarnað starfsemi sína. Mér persónulega finnst ekkert vit í því að spítalinn sé að gera mikið af valkvæðum aðgerðum, valkvæðum rannsóknum, þar sem getur maður sagt nánast gengur frískurinn á spítalann, ferði gegnum einhverja rannsóknir eða meðferð eða skurðaðgerð og gengur svo bara út. Á sama tíma er þá spítalinn ekki með fullnægjandi hætti að sinna þeim sem eru bráðveikastir, liggja á ganginum á bráðamóttökunni, fárveikir. Mér finnst þetta skjóta skökku við. Auk þess að það við vitum að það er ódýrara að sinna vissum verkefnum og öðrum stöðum í kerfinu. Og það eru óteljandi dæmi til. Ég meina, Steinar Björnsson, kollegi minn, rekur skurðdeild í Malmö. Þeir fá bara 70% af DRG verðinu til að framkvæma ákveðna aðgerð, það gengur bara fínt. Það er ekkert sem segir að þetta geti ekki gengið hérna á Íslandi líka. Og við eigum náttúrulega að reyna til þess að hámarka það sem við fáum fyrir skattpenningana, eigum náttúrulega að hugsa meira svona strategist. Ég meina, hvernig fæ ég mest fyrir penningin? Við erum að verja 400 og held ég 50 milljörðum í heilbrigðisþjónustunni í ár. Þetta eru rosalegir penningar. Spítalinn fær á bilinu 115 til 120 milljarða.
og sama skapi hvernig fáum við mest, hvernig fær skattborgarinn okkar mest, sjúklingarnir okkar mest fyrir peningan, það með því að reyna að skipuleggja aðeins öðruvísi og aftur færa valkvæðu hlutana, færa þá sem eru kannski ekki eins flóknir og erfiðir, færa þá að þá staðið sem þetta er að gera flestar aðgerðir á sem hagkvæmastan hátt en þó viðhalda gæðunum og örygginu. Hlaðvarpið eins og þið vitið í samstarfi við harðfisksverslun Hrafnadals. Nú ég búinn að selja töluvert af þessum gæða harðfisk og hafa viðtökunar verið hreint út sagt ótrúlegar. Þetta valsað upp á gamla mátan, sjósaltað og kemur til þín ferskt. Nú býð ég bæði upp á ísu og steinbít sem kemur á roðinu, alveg eins og þú vilt hafa hann, þurrkaðan að sjálfsögðu í vestfirsku fjallalofti og eins og ég segi, viðbröðin hafa verið vonum framar þannig að ég þarf ekki einu sinni að vera í neinni væntingastjórnun, sendu e-mail á hrafnadalur@proton.me en hlekkin og verðupplýsingar má einnig finna í lýsingu á þessum þætti. Já, og fyrir þá sem ekki þekkja þá DG-kerfi sem sagt kóðakerfi þar sem að ég held að ein eining í dag sé 1,1.020.000 eða 1120.000. Hækkaði fyrra, það 1200.000 einingin cirka. Já, akkurat. Og spítalinn veitir þjónustu fyrir rétt rúmlega 45.000 einingar á ári. Já. Og hefur verið svipað síðustu 10 árin, það sveiflast náttúrulega alltaf eitthvað til, lækkaði í COVID og Já, og þetta svo kóðakerfi sem að greinir sjúklingin eftir, ég með henni fram með aðalsjúkdómsgreining, aðgerð, kyn, aldur og útskriftamáti. Og þá í rauninni hefur við góða sýn yfir það hvaða sjúklingurinn að kosta kerfið og í sumum tilfellum þegar svona DRG-kerfið nýtt að þann máta að þá starfsfólki eða heilbrigðisstofnun umbunað í samræmi við það. Já, það ætti að vera þannig. Við erum búin að ætla að taka DRG-kerfi í notkun í 2 áratugi. Ég held að það ekki verið mér í fyrra eða hitti fyrra sem við fórum í að nota þetta fyrir alvöru. Og með skilst að helmingur fjármagnunar spítalans með DRG og hinn helmingurinn á föstum fjárlögum. Og svo að það heimild til þess að fara eitthvað fram úr heimildum sínum með 2 eða 4% árið eitthvað svoleiðis. Þetta notað í dag í rauninni sem viðmiðunar tæki. Já, en þau fá smá verðlaun ef þau framleiða meir. En á Landspítalanum? Ég held að það sé svoleiðis. Okay. En þau þurfa að gefa eitthvað þau geta ekki bara sótt sín endalausa fjármenni vegna þess að spítalinn náttúrulega markaður af fjárlögum eins og bara allir kostnaðarlegir ríkisins. Þannig að þau hafa tækifæri til að sækja sér eitthvað örlítið auki fé ef þau framleiða meira. Og það finnst mér mjög gott. Því ég trúi að það að við eigum að setja réttu hvatana á réttu staðina til að fá fólk til að afkasta meiru og ég meina þess vegna til þess að framleiða læknar í sjálfstæðanrekstri mjög mikið. Við erum í beinu hvatakerfi þannig að við sjáum til dæmis meðal sjálfstæðstarfandi læknir sér 2 sinnum fleiri sjúklinga á daginn í heilsugæslu og ég meina það ekki vegna þess að heilsugæslulæknar séu letingjar, það bara alls ekki þannig. Það bara þeir eru kannski fastir í öðrum verkefnum en aftur, það væri eflaust að setja meiri hvata til að framleiða meir, að auka afkostin og það held að við þurfum að horfa til þess, ég meina bara núna daginn voru ferliverk tekin af heilbrigðisstofnunum út á landi og ég held að það hafi verið algjört glapræði. Við höfum átt að frekar að auka ferliverk. Hvað það fyrir þá sem ekki það? Já, ferliverk voru svona eins og bara læknisverk, þeir eru umbunað sérstaklega fyrir hvert verk. Og þannig að menn gátu rekið sínar göngudeildir inn á heilbrigðisstofnunum og eftir því sem það voru duglegri þá þeim hærri greiðslur fenguðir og ég held að þetta sé nákvæmlega það sem við þurfum að beita öllum þeim hvötum sem við höfum og ég menn ekki bara fjárhagslegum ég menn ef það gleður þig í vinnu að kenna eða stunda vísindi eða vinna meira ég menn bara við þurfum að búa til þá hvata sem fá fólk til þess að vilja gera meir og þessu þurfum við að huga að smíða henni kerfi réttu hvatana til þess að fólk sé tilbúið að leggja meira á sig. Því við þurfum svo sannarlega á því að halda. Því að það tekur langan tíma að framleiða einn lækni eða eitt hjúkrunarfræðing. Þetta ekkert, þannig að þegar þú sér það að vantar eitthvað á okkur stað í kerfinu og miklu fljótari bara að peppa liðið áfram með ákveðnum aðferðum. Já, og svo líka út af því að nú hugsa fólk örgulega oflækningar og hugsa já, hann bara að tala fyrir því að hann ætlar að fara bara í endalaust einhverju ristilspeglunum sem að gefa rosalega mikið án þess að þurfa
mikið hérna Ég hef litla trú á því að þetta leiði til aflækninga. Það er sko... DRG-kerfi líka sko kemur í veg fyrir það út af því að það eru endurkomukóðar og endurtekningakóðar sem að valda því að það er ekki hagkvæmt að vera að gera sömu aðgerðina endalaust. Ég sé samt að með svona beinu hvatakerfi er svo hætta fyrir hendi að það sé mögulega hægt að stunda aflækningar. En ég held að í því umhverfi sem við erum í dag, þá er áhættan mjög lítil. Ég skal rökstyðja það. Sjúklingarnir eru bara svo ótrúlega margir. Það er engin þörf á að beita einhverjum aflækningum því að bara sjúklingarnir, þeir bara bíða í röðum eftir að koma að hitta okkur. Tilvísunum, ég get nefnt sem dæmi í mínu fyrirtæki, Gigtarmiðstöðinni. Tilvísun til okkar fjölgar næstu 20% á ári. Bara á hverju einasta ári. Og ég meina, það er eiginlega svona næstu í brjálæðislegt að það vaxi svona mikið. En ég meina, það er ekki nokkur einasta þörf að hanga á einhverjum sjúklingu eða eitthvað svoleiðis. Ég meina, það er svo rosalega mikið til að fólki sem vantar ráðgjöf, vantar aðstoð, vantar meðferðir. Ég meina, það er bara, þannig að ég held að áhættan á aflækningum sé mjög lítil í samfélagi sem er svona gríðarleg þörf fyrir læknisþjónustu. Eftirspurnin eftir okkar þjónustu er gríðarleg. Og þannig er hjá öllum læknum. Ég meina, það er bið eftir öllum. Ég meina, þú kemst ekkert að hjá sérfræðilæknin en 30 dagi eins og ráðleggingar tilmæli landlæknis eru hérna hvenær fólk á að hitta okkur. Men það kemst enginn innan 30 daga, gleymdu því. Bara forget it, sko. Þannig að ég hef litla trú á þessu. Ég veit að fólk hefur bent á þetta. Þú veist, þannig bara að þið munuð ristilspegla alla, taka alla hálskirtlana, liðspegla alla, bla bla bla. Men ég hef bara enga trú á þetta sé rétt, vegna þess að það er endalaust af fólki sem vantar aðstoð. Og því miður er það svoleiðis. Þú veist, ég vildi óska að væri ekki endalaust þörf eftir þjónustumanns. En það er samt bara þannig. Ef þú ert með stjörnu í rúðinni eða þarft að fara í gegnum einhvers konar bílrúðu athugun þá ferðu að sjálfsögðu á polsen.is. Ég prófaði þetta sjálfur, var með stjörnu í rúðinni og fekk bílinn eftir örskamma stund og málið dautt. Ofan á það að veita úrvalsþjónustu í þeim efnum getur þú einnig fundið hið ýmsa á vefverslun þar sem bæði eru seldir varahlutir, ljósabúnaður, ferðavörur fyrir bílinn, reiðhjólavörur, smurefni og margt fleira. Þannig að ef þú ert að drolla við viðhaldið eða bílrúðuskiptin þá mæli ég bara með því að þú hættir því, farir á polsen.is og letir klára málið í dag. En þá veitum við líka samt eitt, út af því við vorum að tala hjúkrunarfræðingana annars í stjórnendur. Það er líka einn vandi í þessu sem er ákveðið núningur á milli lækna og hjúkrunarfræðinga sem hefur að gera með laun og kjör og hreyfanlegan vinnutíma og fleira. Og þetta er eitthvað sem ég veit þegar maður tala við hjúkrunarfræðingana þá segja þeir þetta við mig út frá sínum forsendum og svo maður tala við læknana þá segja þeir þetta út frá sínum forsendum. En ég veit að þetta er held ég þessi kerfislega vandi sem hefur að gera með það okkur að DRG-kerfi er ekki tekið inn út af því að ef að fólk hefur hagsmuni af því að vinna miklu meira þá er í fyrsta lagi náttúrulega tapast ákveðin svona stéttavitund og það tapast ákveðin svona kjarastaða og svona aðkoma að kjaraborðinu. Nú eru náttúrulega kjarasamningar hérna verði í uppnámi núna 1. september, mjög fyrirsjáanlega, sem að verður alvöru partí. En núna þegar við vitum þetta, að þessi núningur er á milli lækna og hjúkrunarfræðinga og að þegar eitthvað svona kerfi er komið inn, að þá mun náttúrulega þetta bil á milli lækna og hjúkrunarfræðinga breikka. Og eini möguleiki fyrir hjúkrunarfræðingi í dag með þessa til þess að vera á sambærilegum launum við lækna svo er þetta að fara í einhvers konar hártoganir það hvort þeir eiga að vera það eða ekki, er að verða deildarstjórar eða sviðstjórar eða greiningaraðilega, hvað sem þetta heitir nú allt. Já, ég veit ekki, sko, ég er fylgjandi því að hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar og svoleiðis fái góð laun. Ég bara vil að þau fái nóg. Og eins og ég nefndi áðan, þá vil ég hvetja fólk til þess að vera áfram að sinna klínískri þjónustu. Og ég held að það sé gríðarlega mikilvægt. Þannig að mér finnst að við erum að borga vel fyrir slíkt. Það er það sem við þurfum á að halda. Við þurfum fleiri hendur á gólfið til þess að sinna sjúklingum. Þannig getum við, ef við erum með fleiri hjúkrunarfræðinga á deildum, þá gætum við opnað fleiri rúm. Þá getum við sinnt fleiri. Við þurfum nauðsynlega að halda. Þannig að mér finnst að við erum að einblína það að borga þeim góð laun fyrir að sinna
þeim starfum, það mín skoðun. Að sama skapi vil ég náttúrulega líka að læknar fái góð laun. Það segir sér sjálft. Ég vil fá að vel umbunað fyrir sín störf, en það eru þessi störf sem þarna unnin eru gríðarlega mikilvæg. Og þannig að En þú veist af þessu núning? Já, það hefur alltaf verið núningur, hann náttúrulega óvenjulega kannski mikill á Íslandi. Ég man ekki eftir þessu svona í Svíþjóð og ekki árið sem ég vann í Englandi. Og ég man ekki eftir því að það væri svona mikill samanburður á milli, og þannig að það ekki eitthvað sem maður kannast við að utan veranda að verða sérfræðilæknir geysilega langt nám, þannig að það er erfiður samanburður að gera. En hann verðist samt af gerður mjög mikið á Íslandi og bóra sér saman við sérfræðilækna og svoleiðis. Það ég held bara sko, og eins og segið, þú veist, ég horfi svolítið á þetta, við getum tekið menntun, við getum tekið alltaf dót undir og hugað að því, en ég hugsa bara alltaf, ef að einstaklingur að framleiða meiri heilsu, að þá að hann bara fá meira greitt. Og ég held að þetta myndi taka á kulnunarmálunum, ég held að það myndi taka á framleiðslumálunum, ég held jafnvel að þetta myndi verða sko fyrirbyggjandi á ýmsa vegu, þegar að fólk hefur einmitt hagsmuni af því að vera að framleiða heilsu í stað þess einmitt að vera einhvern veginn, þú veist, í einhverju svona risabákni og kerfi sem alltaf að segja nei við þig á öllum stöðum, og eina sem þú þarft að pæla í bara hvað eru ógeðslega margir hérna og það einhvern veginn strömlínulega gagnvart því. Ég held bara ef við myndum búið til heilbrigðiskerfi þar sem að við værum með bara þá sem eru í einkarekstri og vilja sinna því, að þeir hafi bara hámarkshagsmuni af því að framleiða heilsu. Og svo erum við með þetta stóra batteri sem Landspítalinn, þar sem að fólk hefur sveigjanlega getu til þess að hámarka heilsu, hvernig sem þeir gera það, að þá myndum við í það minnsta losa við rosalega mikið af þessum þáttum sem við erum alltaf að tala um. Og við erum alltaf að tala um heilbrigðiskerfið. Við erum alltaf, bráðamóttökuna. Hún kemst alltaf rosalega mikið dagskrá. Við erum að tala um bráðamóttökuna, við erum að tala um það hvað það vantar mikið pening, við erum að tala um það hvað við erum að setja ógeðslega mikið pening í þetta, en samt lagast ekkert. Ég held að sé bara grunnþátturinn að fólk innan stofnunina hefur ekki hagsmuni af því að vera að hámarka heilsu, þrátt fyrir það að allir vilji það. Ég held að við þurfum að baka eftir, eins og ég er búin að nefna áður, hvata allstaðarinn í kerfið. Að fólk fái verðlaun fyrir að vinna vel. En hvernig heldur, segjum svo að þú tækir bara við á Runólfi. Hvað væri bara fyrsta skrefið þitt? Það ég myndi róa öllum árum í að Jesús, þetta náttúrulega svo stór spurning ef ég tæki við að Runólfur. Það væri náttúrulega stór spor að fylla. Runólfur náttúrulega vinur minn og ég nemandans einu sinni í gamla daga. Og hann glímið við gríðarlega erfitt verkefni. En ég myndi reyna að róa öllum árum í að flytja þá sem hafa lokið meðferð af spítalanum. Ef það ekki á hjúkrunarheimila myndi ég vilja skapa eitthvað annað úrræði, eitthvað biðúrræði. Ég myndi vilja fá fleiri hendur á gólfið. Ég myndi reyna að leita upp í alla þá sem eru klínískt menntaðir og semja við þá að fara allavega að hluta sínu vinnutíma meira niður á gólf og sinna minna öðrum störfum. Ég hugsi ég myndi vilja reyna að fá stjórn á aðflæði að spítalanum að einhverju magni. Til dæmis að þú kæmist, þetta er bara hugmynd, að þú færir ekki að fara inn á bráðamóttöku annars nema með tilvísun eða með sjúkrabíl. Þannig að þú getur ekki gengið en þú erið fyrst að fara á læknavaktina. Þetta var sem Björn Sóki gerði held ég á Karolínska? Já, ég menna, ég veit ekki nákvæmlega hvernig það gekk, en þetta er alltaf bara ein aðferð við að tempra aðflæði á spítalunum. Okkur vantar að finna úrræði fyrir sjúklingar sem lokið meðferð. Okkur vantar mjög fleiri legurými, þannig ég myndi vilja róa öllum áttum árum að því að fjölga þeim og svo stýra aðflæðina spítalunum. En svo að ég segi, Landspítalinn er náttúrulega gríðarlega stór eining á Íslandi og þannig við þurfum að gera hana eins góða og hægt er og það, ég held að þetta eru þær breytur sem við getum kannski haft áhrif á og þannig að þetta væri þau 3 atrið sem mér deitt í hug núna svona bara talandi í hljóðunum mann, en svo náttúrulega þarf á sama skapi líka, ég menna það þarf að efla heilsugæsluna.
það þarf að gera þeim eftir kleift að hver einasti læknir verði öflugari og geti þannig hjálpað fleirum. Það byggja í kringum heimilislæknina, efla heilsugæsluna. Það alveg gríðarlega mikilvægt verkefni að mennta fleiri heimilislækna. Og einkareknu heilsugæslunar eru með meiri ánægju heldur en hennar opinberu. Já. Sem það þarf svolítið að heyrast þrátt fyrir það þessi leiðilegu samanburður að þetta raunin. Sko. Já, sko, það einkareknu heilsugæslunar, já, það í þjónustukönnunum sem sjúkratryggingar hafa látið gera endurtekið, þá mælast þær hæstar. Og í nýlegri úttekt viðskiptaráðs þá eru afköstin, þá eru þær hagkvæmari. Og þegar þær fyrst byrjuðu þá var augljóst að afköst kerfisins jukust umtalsvert. Og mér finnst náttúrulega að við eigum að efla fleiri einingar, við eigum að gera fólki kleift að stofna fleiri sjálfstætt starfandi heilsugæslur. Mér finnst þetta bjóð út eitthvað af þeim heilsugæslum sem núna eru reknar opinberar. Ég er sannfærður það að þar þá eftir að losa þann kraft sem býr í hverjum starfsmanni þar. Og svo náttúrulega höfum við kannski gert heilsugæslum þann óleik að hlaða á þau öðrum verkefnum en heilsugæslu. Ég meina heilsugæslan rekur fullt af hlutum sem ekkert heilsugæsla. Ég meina þau eru með geðheilbrigðisteymi, þau eru fullt af þannig teymum, þau reka víðtaka þau eru núna voru að taka til dæmis við heyrnar- og talmeinastöðinni, þau reka heila örfunarsetur. Þetta er bara fullt af hlutum sem ekkert tengdir grunn heilsugæslu og ættu bara að vera reknir einhverstaðar annars staðar, að mínum mati. Og þannig að ég held að þau sé eyða kröftum sínum í að gera eitthvað annað en heilsugæsla. Og þannig að ég held að eigi að reyna að valdefla heilbrigðisstarfsmenn eins mikið og hægt er. Og það tel ég að það gerist með því að leyfa fólki að reka sínar einingar. Og ég er nú eins og aftur eins og saðan, ég er talsmaður sjálfstætt starfandi lækna og við erum 410 núna og veitum alveg gríðarlega mikla þjónustu. Hver eru mestu svona, hvað er það sem að veldur því kerfislega að því hvað erfiðast með að komast í sjálfstæðan rekstur? Hvað er það sem að stendur læknum fyrir þrifum í því að bara geta sinnt bara heilbrigðisstörfum sjálfir? Já, sko, hvað stofurekstur varðar, þá ekki margar hindranir í veginum. Ég meina, þú þarft náttúrulega að vera sérfræðilæknir. Þú þarft að sækja rekstrarleyfi og svo þarft að komast á samning við Sjúkratryggingar Íslands og það nú frekar opið í dag sem betur fer. Að því við þurfum náttúrulega bara fleiri læknum á gólfið. Þannig að það ekki margar hindranir í veginum fyrir það að opna stofu og byrja að vinna. Og það náttúrulega bara það sem er frábært við okkar kerfi. Að þú getur, ef þið langar til þess, þá getur þið opnað stofu með tiltölulega einföldum hætti og byrjaði að sjá sjúklinga. Og sem betur fer það þannig að við erum með frekar opið kerfi hvað þetta varðar og það styrkur þess. Og eftir að við sömdum fyrir 2 árum síðan, það í fyrsta skipti í næstu 10-15 ár sem sjálfstætt læknum hefur fjölgað. Og þeir fóru ekkert endilega út af spítalunum, það var bara þó nokkuð margir flutt heim. Það var nokkri bæklunarlæknar bæst í liðið sem bara mjög mikið gleði, nokkri svæfingalæknar flutt heim. Og svo má ekki gleyma því að stofureksturinn líka stór meirihluti stofulækna vinnur líka á spítalunum. Þannig að þessi kraft að deilast á 2 staði sem náttúrulega líka dálítið einstakt hvað Ísland varðar. Og ég held að það sé styrkur að þú getur unnið að báðum stöðum. Ég hef búin að vinna á Landspítalanum í 10 ár í mismunandi stöðuhlutfalli og ég held að það sé mjög gott að vera á báðum stöðum. Að geta bæði bara fjölbreytnin og það gaman að vinna við fjölbreytt verkefni en líka bara að sjá önnur vandamál, hitta annað fólk, deila hugmyndum. Þannig að ég held að það sé ótrúlegur styrkur í því.
Jú, kæru hlustendur, hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem að vilja gera hlutina almennilega og eitt af þeim að sjálfsögðu alvöru bón. Alveg eins og þetta hlaðvarp leitast við að auka viðnámsþrótt samfélagsins, eykur alvöru bón endingartíma bílsins með því að halda honum hreinum og fínum. Hringið í síma 5880705 eða sendið á alvörubón@alvörubón.is. Nú ef þú vilt einfalda þetta fyrir þér enn frekar þá kíkirðu bara á staðinn að Viðarhöfða 2A og lætur fagmenn sjá að bíllinn þinn sé hæfur til þess að vera séður á götunum. Ég var með Jón Magnús Kristinsson. Kristjánsson. Kristjánsson, já. Svo fyrirgeðu, ég myndi að vera Kristinsson. En þú varst að setja út á það sem hann var að segja í þessu viðtali. Hann var að tala þannig að það væri bara svona svolítið einföldun að telja okkur í trú það að aukin einkarekstur myndi einhvern veginn koma til með að leysa þetta út af því að það væri bara aðrir þættir að verkum. Núna er hann náttúrulega aðstofamaður Ölmu og innan kerfisins. En svona, ef þú reynir að muna það sem þú varst að reyna að gagnrýna, hvað var það svona sérstaklega? Það var það brot, bara ég segja það strax, það var margt ágætt sem hann sagði í því viðtali, en við okkur greinir á nokkra hluti og þetta til dæmis sem ég kannski gagnrýndan fyrir var þetta að hann vildi hafa allt innan kerfisins og það myndi ekkert rúmast fyrir utan þess, það yrði allt innan heilbrigðiskerfisins og við vitum að það fjármagn sem við fáum mun ekki rúmað allt það og þá var held ég að hann hafi verið að tala við með öll verið þá að býða saman á sama biðlistanum að býða eftir því að ríkið útdeili þeim gæðum til okkar. Já, ég bara undir hann að ég væri með einhver kvilla, það væri einhver sem að væri líka býða eftir þessu, hann væri tilbúin til þess að fara og þiggja þjónustu út í bæ sem myndi þá stytta biðlistan fyrir mig líka. Og ég var að reyna að færa rauk fyrir því að það væri gott ef einhver myndi bara vilja hoppa til einhvers að þá gæti hann gert það. Ég held að það væri farsælast að þú gætir leitað á önnur mið, hvort sem það er hér heima eða erlendis. Við skulum ekki halda það, hér fljúga flugvélar á hverjum einasta degi til allra borga í heiminum þar sem getur keyptið þá þjónustu sem þetta dettur í hug. Og ég held að væri frekar styrkur í kerfinu að við bjóða upp á sem fjölbreyttustu þjónustuna hérna heima og ég held að þó við munum okkur langi til að hafa allt eins mikið við getum innan kerfisins og við getum ég er ekkert ósammála því að við reynum að hafa eins mikið við getum þannig að sjúkratryggingin dugi fyrir það en ef það dugir ekki þá held ég að sé nauðsynlegt að séu þá einhver úrræði sem standa fyrir utan og séu þér aðgengileg og hvort sem þú borgar þá úr eigin vasa eða tryggir þig fyrir því að ég veit ekki ég sé engan mun í því að það sé til hérna heima versus það að fara til Harley Street í London það er bara 3 tímar í burtu þannig að ég held að það sé líka maður þarf að standa vörðum getur maður líka sett atvinnufrelsi ég meina ef þið langar til að starfa utan kerfisins þá bara það stjórnarskrárvarinn réttur þinn að fá að starfa. En þetta snýr líka þessum þáttum sem við vorum að tala áðan með bara að hámarka framleiðslu allara þeirra sem að hafa tök á að sinna hvers kyns þjónustu. Já. Ég er alltaf að reyna að pæla þessu út frá bara svona einhverju hagfræði módeli þar sem að allar einingar eru að skila af sér bara sem bestu og mestu afköstu. Já, ég er mikill áhuga maður afköst. Mér finnst það bara við tölum ekki nóg afköst. Ég skrifa mér þess að grein í Læknablaðið fyrir ekki svo löngu síðan að við þurfum að tala meira afköst. Og aftur að víkur af því sem við erum búin að tala með þessu hlaðvarpi hérna, ég meina við þurfum að baka inn hvata í kerfi til þess að hámarka afköstin. Hvernig bara veitum við meira læknisþjónustu, hjúkrunarþjónustu, sálfræðiþjónustu. Það er bara með að baka hvata inn í kerfi til þess að sjá fleiri sjúklinga. Og líka út af því að það er eitt sem við erum kannski ekki alveg búin að negla nægilega vel út af því við tölum það upp í samanlega gervigreind er að sko ef að við erum að skapa þessa hvata að þá mun líka fólk leitast eftir því að gera þetta á sem skilvirkasta máta og vera þá
mjög sveigjanlegt gagnvart þeim tækninýjungum sem eru óumflýjanlega að fara að koma. Ég bara tala um þetta í samvættu minn gera. Ég keyri eiginlega öll gögn sem að ég bæði hljóðið og myndina og fleira í gegnum gervigreindarforrit sem er að verða betri og betri. Og ég alltaf að leitast eftir því bara, get ég fundið út úr því hvernig ég bara, spara mér 5% af tímanum sem ég nota núna í dag á næstu 3 mánuðum. Og ef ég næði einhverju 5% af því, þá er það bara frábært. Þá er ég alltaf að auka afköstin. Og ég held að líka að sambandi við þau svona kerfislegu þættir sem við erum að tala að það myndi það líka bakast inn í þetta hvatamódel að bæði hefur þú hagsmuni af því að nýta þína krafta sem mest, en þú ert líka að leitast eftir því að sækja aukna þekkingu og aukin aðföng sem aðstoða þig við það að gera þetta ennþá betur, hvort sem það er heilaskurðlækninga með gervigreind eða hvað sem það nú er. Já, mjög spennandi fund á morgun með honum Alexander sem vinnur fyrir Careflux. Ég er að fara að fá að borðið hjá mér skrýpu, sem bara hljóðnemi sem mun taka upp eða þú kemur til minn á stofun og við myndum tala saman. Þá er upptökutæki á borðinu og það býr til nótuna mína. Þannig að ég er ekki að eyða tímanum í að vélrita samtalið eftir á eða á meðan við erum að tala, geti bara einbeitt mér að þér. Og ég hlakka rosalega mikið til, ég er búin að fá svona demo til að prófa einu sinni og þá gat tekið upp viðtalið og ef við fórum svona að tala um eitthvað sem skipti engum máli og þú verður kannski að fara til eitthvað London í næstu viku og fótboltaleik eða eitthvað, þá var þetta að kenna gervigreindina að ignorera það bara, að tala bara um heilbrigðisþættina í samtalinu og ég hlakka mikið til að prófa þetta morgun, ég á fund með honum morgun klukkan 11. Já, nákvæmlega, og segja eins og svo að þetta sé bara framúrskarandi, hversu mikið mun að auka þín afköst á næsta ári? Ég veit það náttúrulega ekki, en það verður... En segjum svo að þetta bara virkir fullkomlega. Hvað ertu að eyða miklum tíma í nótur? Jesús, það er nokkru klukkutímar á dag sem ég set og skrifa. Og ég geti kannski ímynda með 2 tímar. Ég þyrfti náttúrulega að mæla. Ég er nokkuð góður í að velrita, sko. Og ég get velrita með við tölum, en ég þarf alltaf eftir að ferð af stofun og það er náttúrulega að setja þarna og ljúka nótunni og klára hana og setja álitið og gera allar beiðnir og allt rastlið sem fylgir í allar tilvísinir, röntgenbeiðnir, lífsseðla og allt þetta dótari þegar útbúið eftir út farin. Þannig ég ímynda mig kannski geti séð 2-4 sjúklinga til viðbótar á hverjum degi. Nákvæmlega. Og það myndi auka afköst mín verulega að fá eitthvað svona tæki. Alveg eins og það myndi auka afköst mín verulega að fá, ég geti sagt bara aðstoðamann, bara hjúkrunarfræðing eða sjúkraþjálfara eða iðjuþjálfara, það gæti aukið afköst minn líka. Það eru margar leiðir að fara, það er ekki bara gervigreindin. Nei, að sjálfsögðu, en ég er að segja að út af við erum að tala um innbyggða hvata, að ef að þú sér þína framleiðslu þætti vera þannig að þú hafir hagsmuni af því að taka inn sjúkraþjálfara, að þá náttúrulega myndir þú bara ráða hann inn. Eins og ef þú ert á tímakaupi, stöðlegum taxta, út af starfsaldri, út af reynslu, út af menntun, að þá ferð þú inn í þetta kjaramódel. Þá ert ekkert að leitast eftir því aðendilega að þú kannski gera það, en þú er ekki hvatana til þess. Nei. Mörgum sem betur fer þekki marga lækna sem hafa gaman á svona og eru alltaf að prófa eitthvað nýtt og eitthvað svona. En ég hugsa að með réttu hvötunum myndir gera enn meira. Og ég held að sé bara þannig, menna fólk var í síld í gamla daga og það var þetta hvetja til að vinna meira bara með einföldum launahvötum sem þetta er ekki geimvísindi að hvetja fólk áfram, menna bara svona einfaldir hlutir, ég nefnt sem dæmi, ég svona fara að víkja eftir að bráðamóttökunni, af því þar er alltaf allt í klessu, en þar hefur lengi vel verið eldaður hafragrautur á morgnana og soðin egg, ég meina Já, búin að heyra að þessu. Já, en ég er ekkert að grínast. Þetta þjappar starfsfólkinu saman að hlaupa hann inn stundmilli stríða, 10 mínútur, drekka eitt kaffibolla, háma 2 egg og þetta er pínlítið hlutur, kostar ekki neitt. En þetta er líka hvati að búa til einhver svona velun. Ég meina þetta þarf ekkert að vera eitthvað, endalaust einhverju brjálaði launahvatar, en svo bara búa til umhverfið sem styður í starfsmennina. En ætlaðir ekki að fara að segja mér að þið voru að hætta við hafragrautin? Nei, veistu hvað, ég held að þeir hafi ekki, það var síðast þegar ég mætti að bráðamóttökun, þá var verið að sjóða hafragraut, en nú er ég búin að vera í leyfi frá spítalinn í 6 vikur
Ég var að tala við lækni, hann var að segja mig að vera að hætta við hafragrautin og það hafa endur myndi verið bara svona áfall fyrir marga. Ég fæ bara aðeins fyrir hjarta þegar þú segir þetta því að þið segir, þó ég vinna á bráða lyflækningadeild þá náttúrulega við eigum alltaf innlöðu sjúklingana á bráðamóttökunni og þannig að kemur maður þangað og hittir hérna krakkana, hérna starfsmennina og það að grípa eitt egg þarna í morgunsári og kjafta í stuttastund, það náttúrulega ótrúlega verðmætt, þannig ég vona einlæglega að þessu ekki að hætta með þetta, það væri glabræði. Hann allavega sagði það og hann einmitt lýsti sem miklu meira áfalli heldur en mína tilfinningar hvert hafragraut eru, sko. Já, ég er hrifnastur af eggjunum, sko, þannig í morgunsárið. Ég veit, sko, bara fólk má taka þeim fyrir, hann sagði mér allavega að þeir var að fara að taka út hafragrautin, hvort þeir hafa tekið út eggin líka, þá mætið þú brjálæður. Ég bara vona bara frá dýpstu hjartarótum að þetta fá að vera sem lengst. Ég meina við þurfum að búa heilbrigðisstarfsmönnum góðar aðstæður og ef þú getur ekki boðið góðar aðstæður í vinnunni eins og ástandið á bráðamóttökunni. Eins og fræolíusmjör. Já, ég ekki bjóða þeim það. Þú skalt ekki bjóða það. Ef þú getur ekki boðið upp á mannsamandi aðstæður þá skalt allavega sjóða egg og hrærigraut. Já. Þannig að það er hægt að búa til góða hvata hvernig sem er. Það er hægt að búa til góða hvata. Pylsa er ekki eins þegar hún er ekki frá bæjarins bestu pylsum. Það vita það allir sem að hlusta á þetta hlaðvarp að þegar þú ert að fá þér pylsu þá ertu í grunninn að horfa á tvenns konar upplifanir. Það er annarkvort svo ánægja sem fylgir því að vera að borða bæjarins bestu pylsu eða svo vonsvikni sem að fylgir því að vera að borða pylsu sem er ekki frá bæjarins bestu pylsum. Og það vita það í rauninni allir að það er þessar tvær upplifanir sem við erum að horfa upp á þegar við erum að fá okkur pylsu. Því mæli ég með því að þú skellir þessu hlaðvarp í eyrun, farir á næsta sölustað og fá þér tvíhlaupu ásamt einhverju góðu að drekka. Hérna bara rétt í lokin, þegar við erum eiginlega ekkert múin að koma á stjórnvöldum, við erum eiginlega bara múin að tala um kerfislega þætti innan heilbrigðiskerfisins. Já. En ríkisstjórnin, Alma, er held ég ósammála þér svona að stærstum hluta, allavega með hvað aðstofamaðurinn segir, sambandi við það að þetta ég rúmast innan kerfisins, allavega ekkert að fara rauk fyrir því að þetta er hvað sem er innan kerfisins þegar að Sjúkratryggingar Íslands eru að greiða fyrir þetta hvort það er, en skilaboð til ríkisstjórnarinnar, hver eru þau? Já, til ríkisstjórnar til Alþingis, ég menna núna liggja fyrir lög sjúkratryggingar á Alþingi Íslendinga sem allir heilbrigðisstarfsmenn í sjálfstæðum rekstri hafa gagnrýnt mjög af því þau vega að samningsfrelsi okkar, atvinnufrelsi bara gera okkur mjög illa kleift að reka okkar fyrirtæki. Hvað felst í þessu nákvæmlega? Já, það er verið bara að segja hvernig við eigum að hegða okkur þegar ekki eru samningar. Það er verið að banna okkur að innheimta eðlilegt verð fyrir okkar þjónustu þegar ekki er samningur. Það er óeðlileg upplýsingakrafa. Þau vilja fá mjög mikið af upplýsingum innan úr okkar fyrirtækjum. Þau vilja breyta félagaform okkar. Þannig að við séum í félagin okkar í ákveðnu formi, einkahlutafélög og hlutafélög. Þegar flestir eru með annað félagaform, utan sinn rekstur. Og þetta er bara svona óþarfa inngrip inn í sjálfstætt starfandi heilbrigðisstarfsemi sem er algjör óþarfi, sérstaklega núna þegar að loksins náðust samningar eftir áralangt karp. Þannig að ég ætla bara að vona það að þessi lög þeim verði farsarlega breytt með hliðsjón af þeim athugasemdum sem við höfum gert. Ég held að það væri gríðarlega mikilvægt. Ég held að ríkisstjórnin og heilbrigðisráðherra ætti að gera hvað þau geta til þess að létta á Landspítalanum eða útvista verkefnum að létta á spítalanum og ég held að Jón Magnús hafi nú sagt að þessu viðtali að rekstrarformið væri nú ekki það sem skipti höfðu máli og ég er þar honum sammála. Ég vil að við höfum fjölbreytt rekstrarform og ég vil að hér blómstri fyrirtæki í eigu heilbrigðisstarfsmanna sem reka fyrirtækin og vinna á gólfinu. Það er grundvallar atriði hjá okkur í Læknafélagi Reykjavíkur að við eigum og rekum og störfum í okkar fyrirtækjum. Það er ekki einhver fjárfestingarsjóðir sem koma að okkar rest, þetta er bara við. Og þess vegna held ég að það sé að hafi verið svona farsælt á Íslandi í bara núna í meira en 100 ár. Það vegna þess að við höfum haft þetta með þessum hætti. Og bara
til þess að fólk gera sér grein fyrir því, sko, við erum 410 læknar, við sinnum alveg gríðarlega magnaða þjónustu. Á síðasta ári 540.000 læknisverk. Inn í því rúmast sem sagt mörg 100.000 viðtöl, tugþúsundir rannsókna, tugþúsundir skurðaðgerða, sérhæðar meðferðir, þannig að það er ótrúlega mikil þjónusta sem við veit. Og það er ágætt að halda því til haga að, eins og ég nefndi áðan, heilbrigðiskerfið allt er 440 milljarðar, eitthvað svoleiðis. Samningur LR við sjúkratryggingar kostar ekki nema 15 milljarðar. Og til að setja í samhengi, þá er sjálfstætt starfandi læknar, við veitum meiri þjónustu heldur en heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins og göngudeildir Landspítalans samanlagt hverju ári. Þannig að þetta er gríðarlega umfangsmikil þjónusta sem kostar mjög lítið og er hagkvæm og góð. Og mikil ánægja ríkir með hana. Það var gerað nýlegar þjónustukannanir sem voru birtar bara núna í desember 2025 sem ríkir gríðarlega ánægja með þjónustuna sem veitt er. Þannig að þetta er eitthvað sem ég held að stjórnvald mættu hugsa meira að efla þennan hluta kerfisins, af því hann hefur reynst okkur mjög vel og bara hefur verið bara Íslendingum bara mjög happadrjúgt að þessi þjónusta sé til staðar og mér finnst að við eigum að efla hana til muna. Já, ég vil náttúrulega bara að fá hann sem mesta framleiðslu úr hverjum heilbrigðisstarfsmanni, sama í hvað rekstrarformi hann er, sko. Algjörlega sammálaður. Ragnar Freyr, takk æðislega fyrir að koma. Takk fyrir. Já, takk kærlega fyrir að bjóða mér.